mætast heimamenn í KA og HK. KA eru 2 leikjum yfir og geta með sigri hér í kvöld lyft bikarnum. Ég heiti Sunna Þrastar og með mér er Kristján Geir Guðmundsson og við ætlum að lýsa þessu fyrir ykkur í kvöld. Hvað segirðu Kristján? Hverjar telur líkurnar á að bikar fara á loft hérna? Ég myndi segja að það verður þó nokkrar. Ef allt verður eðlilegt. Já. KA-liðið er betur mannað í öllu stöðu. Það er kannski ein miðjustaðan sem að HK er betri. Já. En aftur á móti, það er nú strax breyting hjá HK-liðinu. Stefán er líbyró í þessum leik. Já, hann er þarna í röndóttu inn á vellinum. Kominn í líbyró búning. Þannig að það er allavega strax breyting á byrjunulínu hjá þeim og skipulagi. Já, það verður athyglisvert að sjá hvernig það kemur út. Þeir eru náttúrulega að gera reyna eitthvað til þess að brjóta KA-menn á bak. Já, Stefán Gunnar búinn að vera þó nokkuð atkvæðamikill í síðustu 2 leikjum. Hann skoraði 16 stig í 2 leikjunum sem búnir eru. Þannig að það verður athyglisvert að sjá hvernig HK-menn leysa þá kantstöðu. Já, það verður þá alltaf að verði Magnús Yngvi sem að komið þangað inn. Já, hann kom aðeins í sögu í síðasta leik og átti góða innkomu. Þetta er örugglega eitthvað sem að þeir hafa verið að þróa á æfingum. Vantarlega verið að pröfa núna það er vantarlega verið pása síðan á 50-dag. Já, síðasta leikur, já. Þannig að þeir hafa haft tíma til þess að prófa eitthvað nýtt. Sjáum hvort þetta kemur KA í opna skjöldu. Já, fyrsta leikur þessar liða var 10. apríl og fór 3-1 fyrir KA. En hrinurnar eru búnar að vera nokkuð jafnar. Þetta er 25-21, 25-23, HK tekur 25-19 og 25-21 síðan KA. 12. apríl fór leikurinn líka 3-1 og svipaði tölur, þannig að það er ekki mikið sem að skilja þessi lið að. Þannig að ég held að við getum fengið bara mjög spennandi leikir í kvöld. Já, HK-menn eru náttúrulega með gott teymi í kringum sitt lið. Þeir eru að nýta sér tæknina og leikgreina andstæðinginn mjög vel. Já. Nýta tölurnar í það að sjá og finna veikleikana ef þeir eru einhverjir. Þeir eru að klára núna uppbytununa. Þetta verður alltaf að skella á. Það verður að góð temning í báðu liðum. Allavega fyrir leik. Já, KA með 2 titla nú þegar. Deildina og bikarinn. Þeir ætla sér þrennuna. Já, og HK menn ríkjandi Íslandsmeistarar. Þeir ætla sér ekkert að skilja bikarinn eftir í kvöld og vonandi svo sem fyrir blaka áhuga menn að þá gera þeir það ekki. Það vilja náttúrulega þessi sem eru óhlundraðir vilja náttúrulega fá 5 leikja hrínu. Mikið rétt. Það er alltaf skemmtilegast að hafa þetta sem mest spennandi. Það verða liðin kynnt inn á völlinn inn á skams. Davíð búið klára á bekknum hjá KA-mennum. Hann virðist svona vera, hann er ekki heimadómar, hann er heimaþjálfari. Já. Ferðast ekki með liðinu. Nei. Gott að hafa reyndan spilara þarna á bekknum. Hann endurskoðar leikinn hjá þeim, ótt og tínt. Velkomin í KA-heimilið á leik KA og
Fyrirliði HK Lúðvík Már Matthíasson. Og þjálfari HK Massimo Di Storia. Fyrirliði KA Ævar Freyr Birgisson. Þjálfari KA í kvöld Davíð Búi Halldórsson. Já, ég veit ekki hvað sem vilja heyra þetta. Fyrirliðar og þjálfari kynnti til leiks. Hjá HK er það fyrirliðin Lúðvík Már Matthíasson og þjálfarinn Massimo Pistoia. Ævar Freyr Birgisson sem fer þarna fremstur fyrir KA-mönnum í fyrirliði þeirra og Davíð Búi þjálfari. Ég held að lykillinn hjá HK í kvöld það verður Gary House. Það verður að finna hann betur og oftar heldur hann hefur verið gert í seríunni hingað til. Já. Gary House skoraði í síðustu tveimur leikjum 24 stig samtals og hann má alveg gera meira það og verður að gera meira það. Já, þeir mega ekkert hika við að reyna að finna hann. En nú er verið að kynna dómarana. Aðaldómarinn er Sævar Már Guðmundsson og honum til aðstoðar skólameistarinn Sigurbjörn Árni Arngrímsson. Þeir hafa væntanlega góð tök á þessum leik hef ég trú á. Og þá er að byrja liðin. Ísmar. Númer 3 Gary House. Númer 6 Máni Matthíasson. Númer 8 Magnús Ingvi Kristjánsson. Númer 9 Andrés Hilmar Halldórsson. Fyrirliði Lúðvík Már Matthíasson. Það var eins og okkur grunaði að Magnús Ingvi hann kemur inn í kantstöðuna í staðið fyrir Stefán, já. Stefán. Og þá er að liði KA. Númer 2. Það sýnist nú Stefán að það fari í klippingu með þessi leik. Númer 7 Alexander Árni Arnar Ólfsson. Númer 10 Mason Kastner. Byrjunarlið hjá KA. Já, það fara östuð yfir þetta, ég veit ekki hversu vel þetta barst ykkur heimistofu. En hjá HK er það númer 2 Ísmar Hadziradžipović, númer 2 Gary House, 6 Máni Matthíasson, 8 Magnús Ingvi Kristjánsson, 9 Andreas Hilmir Halldórsson, 11 Lúðvík Már Matthíasson og frelsinginn Stefán Gunnar. Hjá KA-mönnum Quentin Moore, númer 2, Alexander Arnar Þórisson, númer 7, Mason Kastner 10, Filip, númer 11, Ævar Freyr 14, Sigþór Helgason 15 og frelsingi þeirra Gunnar Pálmi. Það eru HK piltar sem að hefja hér leik. En já, það er engin breyting á byrjunarliði KA frá síðustu tveimur leikjum en eins og segir Magnús komin inn á þarna fyrir Stefán hjá HK. Og Ísmar hefur hérna leik og Ævar byrjar þetta á glæsilegu línusmassi hérna sem fer í hendunar og út. Já, hann setti boltan eftir línunni og Lúðvík réði ekki við það hann í eftir línunni. Og Ævar, hann er yfirleitt sá sem byrjar að uppgefa línuna hjá KA-mönnum. Sér langt út hjá Andreas. Það er kannski eitt líka sem hefur vantað dálítið upp á HK-leikinn finnst mér. Það er
að ég hef oft séð á betri móttöku heldur en síðustu tveimur leikjum. Sem er kannski ástæður fyrir því núna að Stefán er settur í líbero stöðuna. Nákvæmlega. Gary House og engin fyrir þennan. Dálítið klúður hérna hjá KM-unum. Hér týnd honum í blokkinni. Arnar er þá kominn núna þegar hann spila sett á Varnar líberoinn hjá HK. Já. Meðan að Gunnar Pálmið sér alfarið líberostöðunni hjá þeim. Glæsileg miðjusókn þarna hjá Alexander. Þetta hefur svolítið skilið liðin í sundur finnst mér í þessari seríu. Það er miðjurnar. Já. Filip er óhræddur og finnur miðjurnar vel hjá KM-unum og meðan að kannski HK er aðeins týndar í þeirri stöðu. Algjörlega. Þessi er inni, eða ekki? Nei, þessi er úti. Út fyrir hliðarlínu. Það var það Magnús Ingvi í uppgjöf. Ásanna hjá Magnúsi. Það er fyrsti ásinn í kvöld. Hann byrjar vel, kemur vel stemdur inn í þetta. Það verða allir að skila sínu núna hjá HK. Akkurat. Spurningin er kannski meira svona hvernig eru KM-menn stemdir. Þeir hafa oft svona í gegnum tíðina verið sinn verstu óvönur svona finnst mér. Já. Eiga til að missa hausinn í leikjum og ef allt leikur í lindi þá er þeir alveg óstöðvandi. Skemmtileg uppgjöf þarna á Quintin og þarna kom góð sókn hjá Gary House. Það er mikilvægt að þeir finni hann strax. Og já. Þeir þurfa 25 stig pluss frá honum. Já, hann myndi henda þeim ágætlega. Já, með KL þeir ætla búin að vinna 2 leiki, það er spurning hvort að þeir slaki eitthvað á. Nei, þeir vilja klára alltaf heimavelli. Já, hvort þeir séu kannski aðeins of sjálfsöryggir. Það er spurning, gæti eitthvað truflað á. Þetta er Gary House bara að slá boltan lengst út. Það var væntanlega að reyna að finna einhverja fingur þarna. Setningu, þeir hafa með 3 manna blokk á móti sér. Þeir ætla sig að reyna að loka vel á hann og gefa þá kannski hinnum meira pláss. Já. Þannig er Sigþór í uppgjöf, glæsileg uppgjöf, fín móttaka þarna hjá Lúðvík. Ævar. Maggi með fína vörn. Og Máni með glæsilega hávörð þarna á móti Ævari. Já. Ég ætla ekki að taka þessari hávörn, það var svona hálfkæruleysilegt einhvern veginn hjá Ævari, þetta slag. Á móti einum. Já. Máni fyrir bara sjálfur í uppgjöfuna. Það er með mjög sterkar uppgjöfir. Og þarna er Lúðvík að blokka eftir slæma móttöku hjá KM-unum. Máni gefur aftur upp. Hann er að pressa þetta vel. Það tekur þannan Lúðvík, setur hann auðveldin yfir. Og Quintin laumar honum í fingurna á blokkinni og út. Og Mason Kastner fyrir uppgjöf. Já, hann fær yfirleitt að taka uppgjöf svona í fyrsta snúningi og svo verður hann að skipt fyrir Runófari Vigfús hann í seinni snúningnum. Já. Það er heppnast ágætlega hjá KM-unum. Já. En þannig er Andreas að skila svo. Allt í járnum hérna í byrjun fyrstu hreinu. Og Lúðvík í uppgjöf. Nei, það setur hennan í netið. Þetta er nú
Bolti nummer 2 hjá þeim í netið. Já, Það er svo sem menn verða að pressa uppgjafarnar en þeir verða kannski að gefa vörninni líka tækifæri á að vinna stíginn. Ævar með Laumu sem finnur gólfið. Það er vel gert hjá honum. Spilið var kannski aðeins og langt út á kantinn og þurfti að teygja svolítið aftur fyrir sig. Gæti ekki slegið hann. Og sjá hvort að Filip setur hann aftur á Lúðvík. Já. Hann targetar hann í móttökunni í kvöld. Andreas að setja hann út. Sem hann bara beint út. Bolti nummer 2 sem að Andreas setur svona beint út. Það er einhver styrleiki hérna í úlunum hjá honum. Sem hann þarf að laga. Þessi er rétt út hjá Filip. Hann hélt áfram að reyna að gefa Lúðvík. Já. Það er svo sem ekki flóknar uppgjafir. Það virðist vera bannað að taka á móti með fingursliði hjá HK. Menn reyna alltaf með fleig. Fín mót, þetta var nálægt hjá Sigþóri. Það kom þeim samt næstu því óvart hana. Filip plattaði það á næstu því. Þetta er nálagt. En Quinten skilur þessu. Quinten er maður sem að HK-menn vilja eflaust stoppa sem fyrst. Hann er stigahæstur, langstigahæstur KM-manna í þessari rimmu og með 41 stig. Þeir vilja ekki hleypa honum í gang. Ekki Ævari heldur. Nei. Fín móttaka þannig hjá Stefáni. Maggi hann á miðjunni. Já, þetta er einhvert. Þetta er staða sem þeir eru að prófa að gera í hás, taka eina stöðu þarna á kantinum. Káa er að ná yfirhöndinni í fyrstu hrínunni, 11-8. Fín uppgjöf hana hjá Ævari. Andreas, góða Laumu. Vel gert hjá honum. Núna á rúluðurinn í góðu lagi. Já. Sneri boltan yfir. Andreas vinnur uppgjöfuna og fer inn sjálfur. Þessi Datt niður. Já, datt á línuna. Beint á línuna. Þetta eru leiðindaboltar sem að allt í einu síðasta metrinn bara hrynja niður eins og séu loftlausir og skotni niður. Ekki hana, hann reyndi. Þessi var rétt út. Alexander, hann er búinn að vera með sterkar uppgjafir. Hann lýsti því yfir eftir fyrsta leikinn. Hann var að prófa eitthvað nýtt afbrigði af uppgjafum sem hefði tekist vel þá. Það má ekki minnast á uppgjafir að þá klikkar hann. Nei. Það er best að maður hætti því þá bara. Já. Þannig að HK-menn búin að gefa KM-mennum 6 stig í mistökum. Og staðan bara 12-11, það er allt of mikið. Og uppgjöf hérna hjá Magnúsi, góð móttaka og Quinten Mór með glæsilega sókn. Hann þarf ekki mikið til upp þessi, hann hoppar bara beint upp í loftið. Já. Og sjá hvort hann hérna kemur ekki eitthvað öllítið fastar uppgjöf heldur en áðan. Góðum boga, jú. Jú, glæsileg uppgjöf. Lúðvík, já, skilur hann beint inn. Settar hann á milli stöðu 4 og 5. Mason held að Garri myndi fá boltan og fór til vinstri. Gildi Filip eftir einan í blokkinni. Garri háshoppar. Góð uppgjöf hjá honum. Og Kastner slá í blokkinu út. Það er mjög mikilvægt að binda miðjublokkina niður. KM gera það mjög vel. Hann setur marga bolta þangað.
Sigþór tekur hopp-uppgjöf. Góð uppgjöf. Hás, þarna hérna bara hitt hann skelfilega illa. Þessi fór bara heldur suður í Hafnarfjörðinn. Já. Og Massimo líst ekkert á þetta. Tekur leikli, heyrðu hvað hann segir. You're not thinking about to use the wrist, so you spot the wrist when you spike. You spot the wrist. Guys, in situation of P4, if you have, if you not P5, if you have Gary and Andreas, plus, double plus especially, ball has to go, or Gary or Andreas, okay, alt alive. Guys, we are doing great things. We are doing great things. We are doing great things. Just pay a little bit more attention in the long rally to our mistakes. Okay, let's go. Hann vill hérna fækka mistökunum, fleiri bolta á Andreas og Gary. Þeir eru að greinlega vera upp í sóknarleikinn hjá Hafnarfjörðinn. Vinna lunguskorpunar. Það er oft það sem að skilur liða að hvort liðið er að vinna þessar lunguskorpur. Það getur verið mjög lýjandi að tapa mörgum þannig í röð. Það var sem að þjálfarastigið hjá Massimo. Já. Þjálfarastigið fræga. Máni Matthíasson í uppgjöf. Þessi uppgjöf í honum virkaði hrikalega auðvelt en þau lendi í bullandi vandræðum. Samskiptaleysið þetta hjá Sigþór var alveg með boltan en Gunnar grípur hún hljóma bara í veg fyrir hann. Sjáum að Gary, hann er inn á þarna afturlíkni þó hann sé miðjumaður. Þeir eru með fundum að öðruvísi kerfi þarna líbero-kerfi hjá HK. Þessi út. Engin snerting. Káamenn eru núna að gera mistökin. Já, og HK-menn að jafna hérna, 15-15. Sjáum hvað Davíð Búi hleypir eða langt áður hann tekur leikli. Ég spái að ef HK takir þetta stig, þá takir hann leikli. Þetta er allt og nálægt þarna hjá Gunnari Pálma. Gary House, setur hún auðvöldan á Quentin. Kastner, Ísmar, blokkar. Blokkar hann. Nei. Davíð Búi situr sem fastast. HK er búinn að taka hvað núna 3 stig í röð. Já. Quentin, Andreas, hvað fær þennan? Lúðvík, úff, þetta er nálagt. Lúðvík gerir þetta vel. Reikna vel. Notaði vinstri. Já. Núna taka Káamenn leikli. Heyrum hvað Davíð Búi segir. Strákar, þið verðið að taka ykkar ábyrgð í móttöku. Allir, taka þetta bara. Þetta er ekkert mál. Taka þetta bara með, út góður hérna líka. Hey, come on, let's reset. Let's get back in this. Já, áfram bara með þetta. Já, Davíð Búi, hann er ekkert að spandera enskunni á hana. Hann talar bara íslensku. Kjarnyrta íslensku, hann bara segir þeir verið að taka ábyrgð í móttökunni og nota fingurslagið, hann vill nota fingurslag meira. Við erum greinilega báðir af gamla skólanum, viljum nota það betur. Já. 17-15 fyrir HK. Það var fínt fingurslag. Kastner. Já. Új. Smá misskilningur hérna hjá Magnús Ingva og HK-liðinu. Já, þeir átti ekki vona þessu bolta beint yfir. Og Kastner fer í uppgjöf. Fössa hún á leiðin út, þýndist mér. Andreas. Fína blokka á móti sér hérna. Þarf að leysa þetta einhvern veginn. Ger það hér. Já. Þvert yfir. Bara rétt við sóknarlínuna, þetta er vel slegið. Glæsileg vinkill sem hann tók hérna. Það er skipting.
hávarnar skipting. Sergei kemur þarna inn á fyrir Magnús í kantstöðuna. Ákvært Ómirki. Lúðvík í uppgjöfinni. Gunnar Pálma, Ævar setja þennan út, já. Já, hann ekki að finna sig nægilega í þessum leik. Hann að setja boltanum svolítið út. Það var örugglega þriðji ef ekki fjórði boltinn hjá honum sem hann slær út. Já. 19-16. Það mikilvægt að taka fyrstu hrinuna upp á sjálfstraustið í seinni leiknum. Kvintinn úr afturlínu með glæsilega sókn. Vandamál fyrir hann. Nei, það er lúxus að hafa svona leikmann sem þú getur bara hent boltanum upp í loftið á og hann kemur og skilar. Já. 90% allavega. Sér fælti þá fram að gefa Lúðvík. Já. Sergei, oi. Þarna hafði nú smá heppni með þið fyrr, hann Sergei. Það er nokkuð ljóst að þú þarft að hafa heppnina með þér í þessum leik og þú ætlar að vinna. HK komur í 20-17. Þessa skiptingu hefur við séð áður. Kári kemur inn á fyrir Ismar í uppgjöfina. Kári er líka mjög góður varnarleikmaður. Kvintinn með laumu. Góð varnarvinna hérna hjá HK-ingum. Glæsileg sókn hjá Alexander. Hann er haft uppi þennan slæm. Það er erfitt að blokka þetta. Hann er í 3:40. Hann Alexander. Ísmar sagði ekkert af því. Það er næstu því toppnum á andinum eða spýrunum. Stefán að pressa þetta og nálagt. Hann er í afturlínunni og setti boltan þarna yfir þegar hann var fyrir ofan netstrenginn. Það máist ekki. Glöggir dómarar leiksins sáu þetta. KM búin að minnka munn niður í 1 stig. Kari. Hása miðunni, nei á kantinum. Kvintinn. Góða línu þarna. Stefán með fína vörn. Gary House. Nei, hann er ekki að fá góða bolta. Nei. En það er greinilega eitthvað hrókeringar hjá þeim. Hann hefur verið að taka núna hérna á kantinum nokkra bolta. Já. Sergei var hérna komin inn á miðjuna sem er svo staða sem að Sergei hefur spilað í vetur. Það sem var að prófa á svona hluti hérna. Andreas, góð blokk þarna. Nei, fór út. Þarna náði hann að lækka hjá sér boltana. Hann var búinn að setja 2 bolta yfir blokkinu og út. Þannig að setja hann í blokkinu og út. Fyrir svo sjálfur uppgjöfina, 21-20. Gott uppspil hana hjá Filip. Andreas og House. Hann setja hann út. Já. Ekki. Hann ekki að gera betur hana. Já. Setti bara power í þetta. Náðu ekki stjórn á boltanum ná vel. Þetta er búinn athyglisvert að Alexander Arnar tekin út af uppgjöfinni og Vigfús kemur inn á í staði. Já, það er ekki sama uppgjafaskiptingin og hvað það er að gera undanfarið. Þannig að kemur Vigfús inn á fyrir Kastner. Andreas, glæsileg sókn. Ævar á Kvintinn sem setur hann inn, já, ég þarf ekki að segja þetta. Hann var rosa tæpur. Klingd honum á línuna. Já, og KM komnir yfir hérna, 22-21. Ekki mikið eftir að þessu þarna. House, Vigfús,
Quintin klárar þetta sjálfmyndið Já, þessa línu ákvæmdur og negli Káa voru svo sem ekki lengi að snúa þessar línu aftur sér í við voru búin að missa það á hvað fyrir fram með sér Gary! Now this rotation, positive ball, Ottawa plus, Gary spike in the middle, a second four. We change again, okay? Just in this situation, if it's minus, the receptor will stay like this. Sergey go in the middle, you go in four. Clear, let's go. We are doing good. Já ef að boltinn kemur svona þá kemur Gary hérna og ef hann kemur svona þá kemur Sergey hérna Þeir eru að reyna að villa fyrir hávörninni hjá Káa. Þetta er ekkert af, hún er mjög sterk, mjög hávaxin. móttöku þarna hjá Stefáni. Sergey, hann skila vel þarna. Það er hefnast hjá Massimo, þessi taktík. Þá skiptir Sergey fyrir Magnús. Og hjá Káa kemur Alexander inn fyrir Vigfús. Magnús beint í uppgjöf. Já, bæði liðin eru að nota skiptingarnar hjá sér. Káamenn hafa nú svo sem ekki verið mikið fyrir það í vetur. Spilið mikið á sama mannskapnum. Fín uppgjöf þarna og nálægt hjá. Þessi er úti hjá Mána. Góð sókn þarna hjá Káamönnum. Filip getur spila boltan svo hátt uppi. Það heldur að sé að missa hann yfir eða móka hana með eitthvað en þann nær að tippa honum yfir á miðjurnar. Hann reddar flest öllu. Quintin getur klárað þessa hreinu. Gary House, góðlum en glæsileg þriggja manna blokka á mótunum. Já, ekki svo fyrsta í kvöld. Nei. Hann er búinn að fá nokkra svoleiðis á sig. Og Káamenn 25-22 taka hérna fyrstu hreinuna. Þetta var svolítið gömblóttinina. Káa byrjaði aðeins betur. Svo komu Hákonstrákarnir inn í nýja með miðja og náða yfirhöndinni. Káa voru sterkar hann undir lokin. Já. Þetta byrja vel, lofa góðu fyrir næstu hrinur. Kikja hans yfir stíginn. Mistaklega séð þá eru liðin nokkuð jöfn, eru að gera 6 og 8 mistök. Þannig að þau skipta ekki þannig máli. En Quintin Moore stigaðastur Káamanna með 7 stig. Mason Custer með 4, Alexander með 3, Ævar með 2. Hjá HK er stigahæstur Andreas Helmi með 4, Lúðvík með 3, Sergey og Gary House með 2. Gary House er að skila 2 stigum fyrir HK. Það er bara alls ekki nóg. Það er bara langt frá því að vera nóg. Það var margall fleiri stig frá honum ef HK ætlar að eiga einhvern möguleika í þessum leik. Quintin Moore hjá Káa er að skila svona eins og við erum að búast af honum. En Gary House langt undir getu. Hann hefur bara ekki verið að gera mikið í þessum leikum, síðustu 2 leikum. Nei, það hefur svona kannski verið viðvarandi vandamál hjá HK og það er að finna miðjurnar. En hérna líka svo sem að aðal taktíkin hjá Káa sé að stoppa hann, en hann þarf náttúrulega að finna lausn á því. Já, klárlega, það verður 3 menn í blokkamótan og þá eru opnin svæði einhvers staðar og það þarf bara að setja boltana þar. Nákvæmlega. Og það er spurning hvað Massimo Pistoia segir við sína menn hérna á millir hérna. Hvað hann hefur í pokahorninu. Já. En það er allavega það er svona breytt til leikplani hjá HK. Þeir eru konið með Gunnar í líbúró inn og Magga hann inn á kantinn í staðinn og svo er það eitthvað að svissa á sér miðjunum. Garri, við sáum hann var að koma út á kantinn í 4. Sergey var komin á inn á miðju og hérna þeir eru að reyna ýmsa hluti. Já. Það hefnaðist næstu því, það voru bara ekki með nógu mikið, ekki nógu gott úthald. En nú
er bara spurning hvort að KM nýti sér meðbyrinn og haldi áfram. Ég held að þeim þættu ekkert leiðilegt að lyfta bikar hérna á heimavelli. Nei, það er nokkuð ljóst að það er það sem þeir stefna að. Rífandi stemning hérna í KM-melinu. Þetta er ágætis uppbundun fyrir mótið sem þeir verða með aðra helgi. Já, það er von á slatta fólki norður á öldungamót. KM-menn byrja hérna aðra hrinum og það er Filip. Sjá hvort hann reynir að finna Lúðvík einu eða fennan enn. Já, hann gerir það. Lúðvík skilja góðri móttöku hérna. Andreas, glæsileg blokk hjá Alexander og Ævar. Ævar veifar í tölfræðina, hann átti þessa blokk. En þá heldur Lúðvík að skila. Hér er Ísmar. Setja hann á miðjuna, þá þeir fá stigar heldur ég held að það séu. Þeir verða bara að fara að losa miðjunar og reyna að fá stig þaðan sko. Og Ísmar. Fín móttaka hjá Gunnari. Ævar. Myndin. Já, blokkin er heldur myndur að lifna við hjá HK-strákunum. Nei, þetta var árvarslagt. Þetta var nú dálítið einkennilegt. Magnús að pota hann í boltan og KM-menn horfði bara á. En það þarf ekki alltaf að vera fallegt. Magnús skilar hérna stigi. Hér er Ísmar að setja boltan í netið. Já. Staðan er 3-1 fyrir HK Pilta. Ævar fór í uppgjöfina. Stefán, góða móttöku. Gary House, hátt uppi þarna. Sett hann bara yfir hendurnar og í hausinn. Já. Hann er nú einn hálóft á fuglinn enn og getur smassað fyrir ofan afturlunar. Já, ég held að hann sé hæstur þarna uppi, hann er í 3.65. Það er vel fyrir ofan spýrunar. Það er ná í 3.43. Skemmtilega gert þetta á Mána, en KM-menn vel á. Alexander svaraði bara. Gerir nákvæmlega sama sem Magnús gerði áðan og HK-menn horfa bara hver á annan. En það þýtti ekkert fyrir miðjumann að spila upp. Það hefði bara verið tvíslag. Miðjumenn verið þekkti fyrir margt annað en að vera góðir viðspilarar. Það er ekki meira það. Nei, þetta fór mikið loftið sérlega. Já, móttakan hefur verið svolítið erfið hjá HK-liðinu. Máni hefur þurft að sækja boltan vítt og breytt völlin í hinum fyrir tveimur leikjunum og hefur bitnað á sóknarleiknum. Gary House að rúlunum hérna. Új, Magnús og Gary House fara saman í hann þarna. Já, þetta var ekkert þessi, þeir hjálpuðust bara að hana. Þeir vildu minna að það hefði verið net en það var aldrei nálægt í. Og Magnús yngu í uppgjöf. Skemmtilegt uppspilan hjá Filip. Sigþór setur hann langan aftur. Gary House. Það er bara að henda upp í loftið. Þá kemur einhver og tekur hann. Og það er Gary House. Lúðvík setur hann út. Já, þetta var ekki alveg nóg slag hjá. Það var ekki alveg í jafnvægi hann og þurfti að hoppa þess aftur og bak. Það meina að tegja sig aftur, þá var erfitt að ná honum niður. Kvintinn kominn í uppgjöfina. Og hann hoppar. Þetta tókst ekki hjá honum, hann ætlaði að rétta að pikka honum yfir netið, hann dreif ekki. Og þá var hinn hálóftafuglinn í
í HK. Ég hef enga trú á því að hann ætla að reyna að tippa auka boltanum yfir. Það verður Ekki verið þekktur fyrir það. tekinn hérna 80-90 km hraði. Já, En í netið. já. Fastur var hann en dreif ekki yfir. Sjá hvað Sigþór gerir. Já, það er þriðji hopparinn. Það er ekki gengið vel hjá hennum fyrir tveimur. Þeir eru settu boltinn í netið, sjá hvað Sigþór gerir. Já, þessir yfir. Fín móttaka á Stefáni. Lúðvík að setja hann út. Hendurnar á... Hvað var Filip eða ekki? Jú. Já. Filip náði ekki að stýra áhverjum þarna. Það er nýfi aft, það er bara búin að vera aft held ég á öllum tölum. Já. Nei, þetta er HK kostið 3-0. Síðan er búin að vera aft á öllum tölum. Glæsileg sókn þarna hjá Ævari. Glæsileg miðja. Það er lína ætlaði ég að segja. Já, hann er að slá línuna vel, hann snýr líkamannum og hérna læra að taka línuna vel. Mason Kastner. Skemmtilegt uppspil þarna hjá Mána. Hvað gerir Kvindinn? Setur hann bara út. Það setur hann á langan. Hann ætlaði að skrúa hann hann niður en náði því ekki. Lúðvík eftir jökjöfuna 7-7. Ævar í blokkina. Vel gert þarna hjá Sigþóri. Ísmar kveipar þennan. Það er Andreas. Góða sókn þarna á milli Filip og Kvindinn. Það er oft spil hann á milli stöðu 1 og 2 eins og 4 og 5. Gott að nýta sér það. Já. HK búið að taka 2 stig núna í röð. Og spurning hvort þessi að komast á eitthvað smá rönn. Flott uppgjöf þarna hjá Lúðvík. Já, þetta er annar boltinn í röð sem hann setur á Gunnar. Það er kannski einhver taktík núna að reyna að taka hann í gegn í móttökunni. Þriðji boltinn, já. Kvindinn setur hann út. Þessi var ekki mjög langt út. En nóg samt. 10-7. 4 stig núna í röð hjá HK-piltum. Þeir eru ekkert að æsa sig. KM-menn er ekkert að taka leikli strax. Ævar neldi þennum bara á mitt gólfið. Filip í uppgjöfina, ætla að gefa þá ekki á númer 11 í HK megin. Já. Já. Magnús, nei. Góð blokk þarna hjá frá Kvindinn. Kvindinn og Sigþór með mjög góð þögn þarna saman. Vanda bolta. Alltaf betra að hafa hann með. Filip gefur upp. Lúðvík tekur á móti. Gott uppspil þarna hjá Mána. Filip á Kvindinn. Glæsileg sókn. Þarna var enginn. Nei, það sett hann bara yfir blokkina. Það var enginn hann í skugganum á bakvið. Þeir eru búin að jafna, þeir voru ekki lengi að þessu. Máni er að sækja boltan svolítið frá netinu. Það er erfiðara fyrir hann að finna alla leikmennina upp fyrir netið. Þó hann sé með 3 núna sem hann getur valið um. Já. Ísmar fyrir aftan.
Filip Ævar fór þessu ekki bara í netið, jú, sýndist það. Heldur mók. Sigþór fekk hann bara í fangið og náði ekkert að gera við hann þar. Satt bara með hann. Og þá er orðið jaft 11-11. Glæsileg sóknarna frá Ævari. Hann er kominn í stuðustrákurinn. Hann lætur það ekkert spyrjast það út að hann sé bara með 2 stig í hrínu. Komin í 5 stig. Ævar Freyr Birgisson, fyrirliði KA. Hann er að halda til Danmörkur í haust í nám, skilst mér. Þannig að hann er ekki með KA-liðinu. Það verður eitthvað breytingar hjá þeim í sumar. Andreas, já. KA-menn ná ekki stýra þessum í gólfið. Andreas í uppgjöf. 12-12. Þetta var... Sigþór setja inn í netið. Nei. Þetta var bara í blokkinu út. Þetta var athyglisverð móttaka hjá Gunnari. Hendi boltanum hann til hliðar. Alexander í uppgjöf. Fín uppgjöf, góð móttaka þarna. Gary House í blokku út. Hann er búinn að skora 2-3 stig þarna úr þessari stöðu. Já, hann færi hann í 4. Já. Þetta virðist vera að virka ágætlega. Og Magnús í uppgjöf. Þessi var leiðin út. Glæsileg sókn hjá Sigþóri Helgasyni. Já. Og þessi fyrir utan blokkina. Og einhver líka með að fara inn milli andinu og blokkar hann og inn. Frá þessum sjónarhóli. Flottur ásina hjá Quinton Moore. Skora sitt 10. stig. Fyrsta ásinn í leiknum hjá honum. Og er Massimo að taka leikli hérna. Heyrum hvað hann segir. Great things. I want that we have to do something more 4 and 2 in block, a little bit more. I want that with Quentin you close more the diagonal. Okay, always. Okay, we close the diagonal because if spiking just this, if spike line is my fault. We are a little bit more double line here with the place one that is a little bit more long. Okay, to get the ball. The same thing in 4, hands inside and close the diagonal. Come on. Já, Massimo vill færa blokkina til að blokka krossin. Enda búinn að koma 2-3 hörkusmöss í kross frá KA og segir þá að ef það komið stig á línuna þá sé það bara honum að kenna. Já, hann vill að sé bara varnarmaður þar sem að eiga að dekka þann hluta. KA-menn er ekkert mikið að slá línuna nema kannski Ævar. Ævar hefur verið duglegur með það. Það er net og Filip bara viðurkennir það strax. Já. Það er bara Jóli. Gary House mættur í uppgjöfina. KA náði hann að taka 2 stig í röð, koma sér aðeins framfyrir. Sér úti Gary House. Sildi út. Sigþór Helgason hefur mjög flottur uppgjafir. Náttúrulega hvað hann gerir hér. Glæsilegu uppgjöf þarna. Hann þarf að sækja hann langt. Spyrir eitthvað bróður sinn. Ævar að setja hérna í fingurna á einhverjum.
Ísmark þarna. Spurning hvort að Hákonstrákarnir að gera einhverjar breytingar. Stefán með fína móttöku. Máni setur hann lausan yfir Quentin. Magnús ræður ekki við þessa vörn. Nei, hann fekk enga vörn frá Háin með þarna. Massimo hvað að taka annar leikli. Já, hann er að taka sér þetta leikli. Þessi línu. Spike from second line. From second line, not front line. 6, 1, 2, okay. Clear. And the 5 is long. We'll stay long. The place 2 maybe is a little bit more short, sorry. Place 2 a little bit more short for the jeep. Yes. Okay, but we are like this, from second line. Clear. Let's go. Hann virðist ekkert vera neitt sérstaklega ósáttur svo sem við spilamennskuna hjá sínum mönnum. Hann er bara að tvíka einhverja hluti til, er ekkert er ekkert brjálaður við á neitt. Nei. Þetta er ekkert að spila illa, Káa bara er að spila örlítið betur. Hérna er Gary House blokkaður af 3 Káamönnum. Hausinn á honum. Mason skallaði hann aftur á völlinn. Sigþór mættur í auknina, þeir eru að taka þetta núna virðist vera. Kóðlaum þarna hjá Lúðvík Kastner. Ísmar blokkaðan. Það er hann aftur. Þetta er nálagt. Máni laumar. Ævar laumar. Power þarna. Kóðskorpa hérna. Þetta er skorpan sem að Massimo vill að Hákon taki. Lúðvík. Glæsileg vörn þarna hjá Gunnari Pálma. Vel gert. Hver klárar þetta? Er það Gary House? Nei. Myndin verst. Þetta verður... Lúðvík, glæsileg sókn hjá Lúðvík þarna. Það er spurning hvort þetta kveiki ekki í þeim almennilega núna. Það er svona langa skorpu. Þetta var bara vel yfir halva mínútu. Það verður gaman að tímamæla þetta einhvern tímann. Máni fer í uppgjöfina. Þetta er ekki sem að Hákomenn þurfa núna. Nú með ekki fleiri mistök. Hákomenn kemur skiptingin. Haugfúsinn fyrir Mason. Káamenn, þeir virðast vera sterkari í seinni hluta í báðum þessum hrinum. Já. Það sem að það skiptir mestu máli. Ekki Vigfúsi. Lúðvík stæðir hann út. Já, útspilið hafa bara verið á hátt. Það var ekki vona svona á útspilið frá bróðum sínum. Þetta stytta aðeins á sér aðkvæmið. Andreas Hansson hefur sést til hans. Ævar með góða laumu. Andreas fær hann aftur. Það er fína vörn á Alexander. Það er bara mjög skipilega. Já. Alexander komin í 7 stig. Háká með skiptingu. Sergei kemur inn fyrir Lúðvík. Lúðvík er 2 mér bara.
Það gerir Vigfús þriðju uppgjöfinni sinni. Já, Stefán var ekki alveg viss hvort hann væri að fara inn eða út. Hann ákvað að prófa potið hann. Það hefði sennilega dottið hann niður í hóðið. Já. Og hann er flott á honum. 23-15. Og er mikilvægt fyrir Þessi er úti hjá Vigfús. fyrir Hákastrákana að koma sér í gang, vinna sig inn og byrja enda þessa hreinu sterkt og byrja næstu hreinu líka. Nákvæmlega, þessi hreina er farin frá þeim held ég alveg örugglega. Skiptir gríða miklu máli að klára þetta sterkt. Lúði komin aftur inn á fyrir Sergei, beint í uppgjöfina. Því er ekkert annað en að pressa. Góð móttöku þarna. Ævar setja þetta í hendunar á Andreas og út. Settir hún með milli bolta. Ævar bara á liðina. 24-16. Það er Alexander að klára þessa hreinu á Ás. Það ekki sjá Kristín Frey koma inn á. Ævar Frey. Þannig að þetta er Philip sem er ekki. Philip er ekki hérna fyrir liði, hérna á öllu núna. Nó, skipta hann pace. Og Magnús að setja í blokk út. Það er alveg stuð í HK-liðinu. Kári kemur inn fyrir Ismar. Þetta var sama skipting og að gerði í fyrstu reyninni. Fjögur 17 fyrir KA. Þeir eru að sigla annari hrinunni í höfn. Gerir það hérna eftir þessa uppgjöf frá Kára. Það er höndin og seilast í byggarinn. Já. Kálið virkar gríðar öflugt hérna. 25-17. Kíkja smá yfir sögu Íslandsmeistaratillana, Kristján. Finnst þér ekki? Ég er svo sem ekki mikil sögumaður. En ég er mikil sögukona og Káa, þeir hafa 4 sem árið Íslandsmeistarar, síðast árið 2011. Þannig að þeir eru örugglega mjög hungraðir í bikarinn. En HK er hins vegar ríkjandi Íslandsmeistarar eins og við töluðum áðan og hafa orðið Íslandsmeistarar síðustu 6 ár. Þannig að það er spurning hvort þeir sé að missa af 7. árinu í röð. En ef þeir myndu taka bikar hérna þá væri þeir að ná sér í sinn 11. Íslandsmeistaratitil. En þetta er ekki eitthvað í hausnum á mér, þessar fréttfanni inn á flaggfréttum.is. Alltaf gaman að renna yfir söguna, Stjáni, ekki? Læra af henni. Stigahæsti núna eftir aðra hinu. Það er Quintin Moore með 10 stig hjá Káa, Alexander Arnar með 7 stig og Ævar Freyr með 7 stig. Andreas Hilmir er stigastur HK-manni með 7 stig og Gerri og Lúðvík er með 5 stig hvor. En hérna erum við Massimo að vera að segja eitthvað. Og meiri áhöld í sóknarleikinn. Það er kunnstaðurinn að þú vinnur ekki blakleik með að spila bara vörn. Nei. Það er ekki hægt. Þú verður að taka áhættur og vinna stíið. Og það gera KA-menn oft og dýtt og þó þeir seti 1-2 bolta og jafnvel 3 út eða í netið þá halda þeir áfram að sækja.
Það bara skipun frá Filip. Hann ekki ánægður ef að menn að lauma góðum uppspilunarboltum. Það var Massimo að leggja bara áherslu á núna. Já. Sækja grimmt. En já, 25-17. Við hefum ekki séð svona fá stig frá HK í þessari rimmu í hreinu. Þeir fóru lægst í 19 stig í fyrsta leiknum. Þannig að, já, ég bjóst ekki við þessu stigaskori. Já, meðan við skipuruna hjá Massimo að Andreas og Garri ætti að fá boltana. Þá hefur það ekki alveg gengið upp. Garri bara með 5 stig. Hann verður að setja fleiri, binda blokkina aðeins niður hann á miðjunni. En móttakarinn er búinn að gera þeim svolítið erfitt fyrir hjá HK. Mánuði þurfti að hlaupa svolítið. En Ísmari byrjaður. Kvintinn laumar hérna í blokkina og fær hann aftur. Og þessi fer í blokka út. Og fyrsta stigið í þriðjunni fyrir Káa. Ævar í uppgjöfuna. Andreas. Kvintinn. Fín vörð hann hjá Stefáni. Gary House. Góð vörð frá Sigþóri. Og eitthvað skorpa í gangi. Máni og Magnús. Það er dæmt. Já. Hann bara aðeins á snemma. Hann var eiginlega á niðurleið þegar hann leitið svo að taka boltan. 2-0 fyrir Káa. Það er að laumast fingurnar á hinni hendinni bikarinn. Gefa HK-munum smá séns hérna, Kristján. Já, það er alltaf svona áfram, þá geta það skeið. Já. Gæti trúa því að það sé að síga svolítið í skapinu núna hjá Garri. Hann kemur núna og lemur næstu bolta hraustlega. Þessi er úti. Aðeins verið vandamál hjá HK hérna í uppgjafinu. Það er að fljóta svolítið upp hjá þeim. Já. Eða drífa yfir netið. Alexander mættur í uppgjafaritinn. Já. Uppgjafið með viðbúna hérna í netstrengnum sem að truflaði móttökuna. Hann er nú hálfgert bara, ég held að maður getur sagt, undrabarn. Hann byrjaði bara í blæki fyrir 3 árum með eitthvað líka. Já. Það er snert blankbolta áður. Nei. En hér er Massimo takuleikli. Altelai, yes, we have to remember to do this. In the long rally, the situation where you start to spike from 4, the same for Gary. If you spike from 4, we cannot get the same steps inside the court like if we are inside out. We have to go more out of the court. Okay, the ball is good. It's not that the ball is going out of antenna. It's the place 4 that is always going too much straight. Open a bit more in the long rally. Okay, let's go. Já, hann vill að þeir fari aðeins í tillöpunni, koma aðeins utar. Hann vill meina að uppspilið sé bara fínt á kantinn, að þeir séu að koma svona að byrja tillöpu of innanlega. Já. Og þurfa þá að sækja boltan aftur fyrir sig. Og það er alltaf betra að fara inn á við heldur en út á við. Já, þjálfarastig hjá Massimo. Og HK tvöfaldar hjá sér stigafjöldan í annar hrinni, þriðju hrinni. 4-2 fyrir Káa. Nei, aftur mistekinn uppgjöð. Það er spurning hvort að spennustigið, hvort það sé eitthvað herra hjá HK-strákunum og þeir séu aðeins að bæta í uppgefinur út af því. Já, þeir eru búin að gera hérna 3 mistök í upphafi þriðjunni.
Þetta er góð uppgjöf frá Quintin sem að skila ás fyrir Káa. 6-2. Það nú eða ekki fyrir HK. Önnur glæsileg uppgjöf. Quintin finnur blóðbræðið og hann lætur hann bara allt vaða. Og það bara gengur allt upp hjá honum. Og þá er að gera að halda áfram. Því ekkert annað. Heldur áfram að gefa samstað, en Stefán með góða móttöku þarna. Lúðvík, þarna var enginn. Færði móttökun aðeins til og letur Stefán fara í hana. Og Lúðvík sett hana í hornið fyrir aftan fimmuna. Vel gert. Þá spurning hvað Kakari gerir, hvort að hann haldi áfram að taka hörku uppgjöfið en taki aðeins af. Gefið blokkinni séns að hann gerir eitthvað. Nei, hann tekur bara á sig hérna fyrsti ásinn hans í þessum leik. Það komum 7 stig. Sér ekki alveg hvernig káamenn stilla upp. Quintin er yfirleitt tekinn í móttökunni. Já. Glæsileg móttöka þarna. Sigþór þessi fer upp í loftið. Sigþór fyrir sjálfur í uppgjafarritinn. Hann hoppar, heldur sig við það og hann tókst ekki. Þeir halda sig við sitt leikplan bara káamenn, þeir eru ekki að breyta hinu, það er bara alveg óbreytt, þeir eru óhræddir. Nákvæmlega. Það hefur skilað þeim fyrstu 2 hrínunum í hús. Glæsileg sókn hjá Ævari. Miskilingur þarna hjá HK, hvað gera þeir? Lási þetta bæði Filip og Gunnar. Þarna er tvíslag á Filip. Aftur viðurkennir Filip mistök hjá sér. Dómararnir bara að fá þægilega leikina hingað á heimilinu. Það hafði svo sem ekki verið nein atvik hingað til. Nei. Massimo hvetja sína menn áfram. Þriðja nýsefna uppgjöfin hjá HK í þessari hreinu. Mason. Ísmara pótanum yfir. Skemmtilega mann hjá Filip. Ævar. Þessi bort láttu sennilega fara á Filip. Mason með Quintin hann. Já, vel varðist. Lúðvík. Já. Hver ætlar að klára þetta? Þarna fer Andreas í netið. Óþarf að enda svona flotta skorpu á netsnertingu. Það var ekki alveg nógu vel gert hjá honum, hann fannst hann alveg að eiga að gera betur hann. Já. Mason aftur með uppgjöf. Stutt uppgjöf hérna. Máni, Andreas, laumar honum. Ísmar, glæsilega miðjusókn hana. Hann hefur gert þetta áður einhvern tímann. Eins og neða tvisvar. Já, nú vil ég fara að sjá meiri svona ákefð hjá HK. Bara að sækja af krafti. Alexander með glæsilega sókn á miðjunni. Filip sá að hérna þeir voru að fara að blokka á til hliðar, þá setur hann einn á miðjuna. Filip fyrir uppgjöfina. Gefur væntanlega í stöðu 1.
Já. Andreas, já. Það þarf ekkert alltaf að vera fast, það er bara heitir hérna að lausa blettin inn á vellinum og þá það er alltaf svæðið einhvers staðar sem hægt að setja boltan, það er bara þannig. Nákvæmlega. Já, lúmskuggi hjá Ísmar. Alexander hljóp hann inn í línuna. Ruflaði Sigþór í móttökunni. Fyrsti ásinn hjá Ísmar. Ævar. Hann lendur honum bara yfir. Já. Miðjan er laus. Fer svo sjálfur í uppgjöfuna. Hann er ekki með neitt nás, hann er mjög skemmtilegar og erfiðar uppgjöfir. Andreas meitum út í sér. Duspil þarna frá Mána. Andreas skilar, getur ekki annað. Þeir lásu vittust þarna í blokkinni. Held að hann ætlaði að fara að setja upp hérna. Stöðu 4, hann lauma hann bara bakvis í tvistinn á Andreas. Sem átti ekki erfiðleikum með að skila honum. Sigþór slæði blokkina og upp í loft. Hrikalega sterkur af Sigþór. Já, getur slíðið hann fastan. Það er svona svolítið bílað hérna frjáls íþrótta upplægi. Það er ungur strákur í því. Alexander beint í netið. Hann kipir sér ekkert upp við það. 13-11 fyrir KA. Þeir hafa yfirhöndina og stiga á móti stigi og þá erum við bara með þetta. Grunnsanlega lélugu bolti hjá Philip. Ævar þarf að setja með fleig. Og er það Gerri sem fær þennan? Nei, það er Lúðvík. Og Quintin blokkar. Beint í gólfið. Þetta fara í uppgjöf, þeir eru 4 þarna frammi. Já, Quintin. Quintin langar ekkert að fara eftir svona blokk, hann langar ekkert að fara í afturlínuna. Rétt að komast í stuðkallinn. Hann tók, 2-3 stig á þann úr uppgjöf. Já. Glæsileg lauma þarna frá Philip. Svo þeir voru ennþá á hælunum. Ég trúi að Massimo ekki bara leiklið núna, en það var ekki ánægð með þetta. Eitthvað skortur á einbindningu hérna hjá Hákarstrákunum. Það vantar svona smá líf í hákvölið akkurat núna. Það er ástæðan fyrir að Quintin er ekki körfubolta. Já, Massimo tekur leiklið. Heyrum hvað hann segir. Guys, the only opportunities that we have, okay, we have to be very good. We have to be very good in the situation of free ball. There is still a bit of confusion. Remember that the place 5 and our place 6 has the priority for the free ball. We don't have to lose at least when the opportunity of the free ball. In this situation, remember, I cannot be just with 2 solutions in spike. Okay, so or you play back one or you go in double 6. Come on, okay, come on. Go! Já, sjáum hvort að þetta síðara leikliða hjá Massimo Pistoia skili einhverju fyrir lið HK. Já, hann vill að menn séu meira fókusar viti hvað er að gerast hérna með vinnetið. Það má taka hérna hjá Stefáni, Gerri House. Já.
bara bolti sem að möndi kalla 4 bara liggur við. Já, kom hinnu sem að hoppum bara 25 cm. En þetta hefði Gary House þurft að byrja á þessu mun fyrr í leiknum og sleppa því að gera þetta. Já. Skilar 16. stiginu fyrir Káa. 16-12. Það er yfirleitt á þessum tíma sem að hefur skilið á milli hjá liðunum í hinum tveimur hrinunum. Það er komið fram yfir miðjan hrinu, þá er Káamenn svolítið í sig veðrið. En er að móttakan að plaga. Þessi er úti hjá Lúðvík. 17-12. Það stefnir ekki í það að við fáum 5 leikja hrínu í göllunum. Nei, og þó er Sigþór að setja inn í netið. Það var kraftur í þessu hjá honum. Þeir eru afslappaðir. Vita það bara að þeir taka núna stig á móti stigi. Þá er bikarinn þeirra. Fín móttaka hana Gunnar Pálma. Mason setja inn í blokkinu út. Mason er góður í þessu. Já, hann er búinn að vera rólegur í kvöldsamt, eða ekki? Jú. 6 stig. Hann gerir mikið af því að slá í fingurna, eða í blokkinu út. Hann hefur svo ekki fengið heldur marga bolta. Nei. Alexander hefur fengið á yfir fleiri. Hér er þessi skipting. Vigfús inn á fyrir Kastner. Nú við tölum hérna í puttan á Ævari. Sigþór. Það er sirkus hjá þér núna. Já. Glæsileg afturlínusókn frá Sigþóri. Þetta var hrikalega flott. Þeir eru að leika sér núna. Og nú getum við fyrir að ræða einhverja fingur á bikar, Kristján. Það fyrst núna, já. Já. Jæja. Það eru ráðið 9. 9 fingur á bikar. Vigfús er 9 gjöfinni. Slök móttaka þarna. Lúðvík. Getur bætt úr því. Já, og gerir það. Hann kvittaði fyrir þessa móttöku. Tók þetta stig. Hér er HK að gera skiptingu. Sama skiptingu á áðan. Sergei kemur inn á fyrir Magnús. HK að gera skiptingu líka tilbaka. Núna þyrftu HK-strákarnir að taka 2-3 stig allavega. Hleypa smá spennu í lokin. Nei, Alexander er ekki sammála því. Nei. Það er alveg sama. 10. stigið hjá Alexander. Það vill enga spennu. Filip mættur í uppgjöfuna. Glæsileg blokk hjá Ævari, er það ekki? Það er það sem að sá sem fagnar mest. Hann allan að eignaði sér hana. Það var erfitt að sjá það hérðan. 21-14. Filip í uppgjöfinni, réttur á brún. Sergei. Það sé fyrir á miðina. Nei, út af kvættu. Ævar, Stefán og Andreas. Aftur Ævar. Það er aftur. Engapath-slegið. Já, þetta er orðið dálítið kærleysisleftana hjá HK-mönnum. Já, það er engu líkar en að þeir séu bara búnir að henda inn haglæðinu. Þeir eru farnir upp í vél aftur heim. Sýnist mér á öllu. Já, það er bara leyfa mönnum að vera með. Hrífandi stemning hérna í K-heimilinu. Trommusveitin. Þeir eru verið að 7 hafna. Það vona þeir séu með
Eyrnar tapar stelpunur á riddaraborðinu með þessa gutta bak við sig. Filip, oi. Hefni þarna hjá Filip. Þetta er ekki fallegustu stígin en það geta verið þessi sætu stíg sem að hérna koma oft svona. Káamenn, þeir vilja hleypa fleiri inn á, taka þátt í gleðinni. Kristinn Freyr komin inn á fyrir Sigþór. Það eru Káamenn að tryggja sér hérna þrennuna. Sergei er ekki hættur. Nei. Það var svona, eins og Ævar er búinn að vera að gera hérna í fyrir leiknum, ítir boltanum í blokkina. En þetta stig kemur of seint fyrir HK-menn. Ætla ég að skjóta út í kosmosið. Kári komin inn fyrir Ismar. Þetta er, við sáum við fyrir tveimur sínunum. Nei. Kári Hreinsson setur þennan út. Hver er það? Það er Ævar sem að fer í uppgjöf. Er það fyrir liði Káamanna sem að klára þetta fyrir þá? Heldur hann sem við sína uppgjöf eða reynir hann að setja eitthvað kraft í þetta. Hann er með svona jump float yfirleitt. Já, heldur sér við það. Stefán, góða móttöku. Gary House og Káamenn að tryggja sér hérna Íslandsmeistaratitilinn í blaki. Þetta var lélegt uppspil og hann gæti ekkert við boltan gert þarna. Káamenn með 3 bikara þetta tímabilið eftir þægilegan, langar mig að segja, 3-0 sigur hérna. Já, ég held að það sé ekki að lýsa þessu öðruvísi. Við byggum spæði við aðeins meiru hérna frá HK-mönnum. Já, raun og veru, en gæðin bara hjá KA-liðinu í vetur. Við erum bara að hafa verið yfir bara lið þannig lagað. Já. Og eru vel að þessum titlum settir. Algjörlega aðeins tapað 4 leikjum í þetta tímabil. Þannig að mjög verðskuldað hjá þeim. Þessi 3. bikar. Athyglisvert í spánni fyrir tímabilið, þá var HK-liðinu spáð síðasta sætinu, þannig að þjálfarinn sett upp sína spár. Þeir hafa komið á óvart ef miðið tekið að henni. Já. Þeir hafa heilstiftan hóp og unglið og geta byggt ofan á hjá sér. Já, og skemmtilega þjálfara sem er með alls konar pælingar. Já, hann hefur komið mjög ferskur inn og bara teymið hjá þeim allt í kringu það hvernig hann er að vinna með þetta á æfingum, alls konar leikgreiningar. Gæðin hjá KA-liðinu bara voru einfallega of mikil í vetur. Þeir eru mjög vel að titlunum komnir. Kvintinn hann er komið með léttleikan inn í hópin hjá þeim sem hefur kannski vantað oft á tíðum hjá KA. Rúlar hans yfir stíginn, Quintin Moore er stigaðistur Káamanna með 14 stig, Alexander Arnar öflugur að miðjunni með 10, Mason með 6, Ævar Freyr fyrirliðinn með 9, Sigþór 5 og Filip 2. Já, vel gert hjá KA-mönnum hann að fagna með sínu fólki. Þakka þeim fyrir stuðninginn. Þetta hlýtur að vera öflugasti stuðningsmannahópur blagliðs á landinu. Það skjóta því? Já, allan að fjölmennast á trömmusveitin. Já. Það er að gera, að reyna að búa til grifju og hleypa svolítið svona skjóta heimliðinu svona smá skelk í bringu með látum. En hann er náttúrulega vonum stúrur á svipin en ég held að þeir geti gengið sátti frá borðin þó að uppskjörn hafa kannski ekki verið eins og þeir vildu í vetur. Þeir eru öðru sæti í öllum keppnum á eftir KA-liðinu. Já. Þarna er bikarinn mættur. Þökkum HK fyrir góða leik. Nú fer fram önnur afturning. Við skulum kíkja í viðtöl, sýnist mér, heldur sem að detta í viðtölin. Herru, Ævar, innlega til hamingju með sigurinn.
Hvað var það sem skóp hann? Bara liðseildin, baráttan, bara viljinn. Við bara lögum upp með upphæði tímabils að klára allt sem við getum klárað og við gerðum það. Við vorum bara einbeittir allt tímabilið. Áttu bara flott tímabil. Þið eru búin að vera vaxandi í vetur, þetta er búin að náðu toppnum núna, þetta lítur að vera sætt. Algjörlega. Og vinna líka liðið sem vann ykkur úrslit vera? Já, í undan úrslit. Nei, við töfum verið Stjörnunni í undanúrslitum. Já, erum okkur í 8 liðúrslitum bikarnum. Það er mjög sætt. Ævar, ég ætla ekki að tefja þig lengur frá velnæðendingun, hún er að fara að byrja. Innlega til hamingju næstur. Takk fyrir. Herðu, næja, þá er þetta viðtalbúið. Við viljum beða þessum að snúa okkur að afröndum. Það er mynd af liði sem að við veit í sjónvarpinu. Já. Smá reikistefna hvort í hvora áttina liðin er að snúa sér. Við erum að byrja á liði HK, nefnt í öðru sæti og það er Stefán Jóhannsson, varaformaður Laxalp Íslands og Eiríkur Björgvinsson sem að veita þeim verðlaun. Gefið HK gott lag. Já, það er Stefán Jóhannsson, varaformaður Blacksambandsins sem tekur þátt í að næla eða setja peningin utan hálsinn á HK-liðinu og við sáum hérna að það er ekki bara stúkan sem er þétt settin hann í KA-heimilu, það er hérna upp alla veggi áhorfendur, það er gaman að sjá þetta. Síðastu til hoppinning, Massimo Pistoia. Það verður athyglisvert að vita hvort hann ætlar að halda áfram. Já, næsta tímabil. Byggja ofan á það sem hann er búinn að vera að gera síðustu 2. Nú eru HK-strákarnir búin að fá sína peninga. Einhver segir að gott gull sé silfur betri, ég er ekki viss þessu. Nei, gott silfur sé gulli betri, ekki viss þessu sammála því. Nei. Íslandsmeistarans 2018, KA. Eins verður fróðlegt að sjá hvað verður KA-liðið. Það voru nokkra breytingar hjá þeim fyrir vetur. Þeir fengu Sigþór og þeir fengu Benedikt tilbaka. Mistu Valur yfir til Danmörkur. Gunnar fór í líbaróstöðuna og það gengi bara svona glimrandi vel hjá þeim. Og hvort þeir haldi þessum tveimur Kastner og Quintin. Já. Mason allan að koma aftur, hann var hjá þeim í fyrra. Þessi á kannski að taka við af Filip, mér sýndist þetta að vera stafgrunn hans. Það sjáum við stigasta leikmann KA-liðsins, Quintin Moore. Svona áður að lyfta bjögunum, fínt að nefna það að kvennabaráttan heldur áfram á morgun. Þar sem að Afturelding tekur á móti Þrótti Nes í öðrum leik þeirra liða og hefst hann klukkan 8 að Varmá í Mosfellsbæ. En hér skulum við fylgjast með KA-mönnum lyfta bikarnum á loft. Ævar var væntanlega kallaður til leiks. Afhenta bikarinn, Ævar, fyrirliði KA, sem stígur fram og takk við bikarnum. Hér var Ævar þriðja bikarinn þetta tímabilið. Gríðarlega sáttur. Hann ætla bara að njóta hans einn. Já. Það er KA-menn, Íslandsmeistarar í blaki 2018. Ég fekk smá gæsahúð. Ertu með mér í því? Ég er alveg svolítið slakan yfir þessu, ég veit ekki hvað er að gerast, það er ekki bara svo heitt inni. Dásamlegt að sjá bikar á loft. Já, við fengum ekki 5 leikja hrinu í HK-öllunum.
Til þess voru KM einfaldlega bara of sterkir. Já, menn eru strax fattir í málingu. En þessar viðureignir voru að mörgu leyti jafnar heldur mátti vona á, nema kannski leikurinn í kvöld. Það er kannski verið eitthvað spennufall hjá Hákastrákum. Leikurinn sem að virkilega skipti máli, þá voru HK-menn ekki að standa sig jafnvel að maður hefði búist við. Nei, en þeir komu samt vel undirbúnir og voru að prófa nýja hluti og voru alveg óhrættir við það. Það er gaman að sjá það, menn eru ekkert að standa næst til að halda aftur á sér. Sjáum hvort það verði fleiri viðtöl á gólfinu. Davíð Búi kom með pening um hálsinn, þjálfari KA. Já, menn keppast við að, láta taka myndir af sér með bikarinn og fótobomba. Kvintinn er öflugur í því. Mikill sprellifugl. Að sjá. Tvö viðtöl í viðbót er okkur sagt. Við sjáum hvernig ná í einhvern. Fólk eru of upptekið við að fagna titlinum. Sjáum hvort þeir ná í Davíð Búa eða Filip. Kvintinn með aðdáendaklúbbnum. Þannig að sér sem Alexander var að komin tilbúin í viðtal. Heyrum hvað hann segir. Alexander, til hamingju með titilinn, hvernig tilfinningin? Þetta er bara æðislegt. Búin að vinna þessu alla vetur og þetta er bara algjörlega frábært. Þið hafið verið gríðarlega stigvaxandi og þið bara varla hafið tapað leik. Já, þetta er bara eins og við leggjum upp með veturinn að byrja svona rólega og svo vera að toppa núna. Það er bara að virka. Og hvað er það sem að gerir ykkur að besta liði landsins? Ég held að það sé bara, við erum með mjög góða leikmenn í öllum stöðum. Það er bara, og líka leikmenn út af vellinum, það geta allir spilað. Þetta er bara mjög breiður og góður hópur og við erum líka allir mjög góðir vinir. Við erum allir bara bestu félagar. Það skiptir miklu máli. Þannig að liðsheildin er góð? Alveg gríðarlega. Það kannski verður ekki hjá því komist að tala hans um stuðningi, en virðist að vera eitthvað tengt við þér þessi stuðningur? Já, þetta var hana félagarnir með málninguna. Þetta eru félagar mínir. Ég veit ekki hvernig ég á að þakka þeim fyrir. Ég ætti að þurfa að gera eitthvað svipað við þá. Þeir hafa alveg verið gríðarlega öflugir á útileikjunum og svo eru konur hingað í dag? Já, þetta er bara eins og ég segi, þetta er alveg ómetanlegt. Það var svona góða að. Lexi, ég ætla að leyfa að fara að fagna með strákunum til hamingju. Takk hérlega fyrir. Já, Alexander vil minna að sé bara sterkur og breiður hópur sem að hefur skapað þessa sigra hjá þeim í vetur og það er svo sem hægt að taka undir það. Og þeir sé að toppa á réttum tíma, það er aldeilis hverju orði sannara. En það verður fagnað á Akureyri í kvöld. Philip, congratulations. How's the feeling? Thank you. It's great. What to say? It's we won all the titles this year, so I'm very happy. You are the best team in Iceland. All the 3 titles, they're yours. It looked easy. No, it wasn't easy. We were working very hard. All of the guys were working
since we started in August, the middle of August. So I'm very happy about the job they did, at the practices. You've been a long time at Kawa. Is it good to be in Kawa? Philip, go to the photo shoot. Congratulations. Yeah, Okay. thank you. Já, Philip segir þetta ekkert hafa verið auðvelt tímabil að þeir hafa þurft að vinna fyrir sínum sigrum. En við óskum KA-mönnum innilega til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og alla titlana 3. Og við Kristján þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld. Verið sæl. Skóbomba, skór frá 5.000 krónum. Altis Bæjarhrauni, Under Armour Kringlunni, altis.is. Það er ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu.